Sælverði, Ívar hér, flugsmiðinni. Í dag ætlum við að nýta heldur betur klassíska flugu eftir hann Frank Sawyer. Þetta er engin önnur heldur en Pheasant Tail. Það er ekki hægt að vera með flugunýtingarás, mögulega flottustu rásin á landinu og vera ekki með Pheasant Tailin á henni. Ég er búin að nýta hana tvisvar sinnum áður og var ekki ánægður með hana, þannig að við erum að gera hana núna í 3. skipti. Metnaður í kallinum, en Pheasant Tailin eða PT eins og við kallum hann okkur á milli, ég og mínir veiðifélagar, Kitti, Júl, Ingi og fleiri góðir drengir, þá heitir hún alltaf bara PT. En við notum í Pheasant Tailin fasana, stélfjöður úr ring fasana sem lítur svona út og notum styttir í fanirnar hérna í skottið á flugunni eða stélið. Það kemur cirka á hérna og ég ætla ekki að vera, ég klippi þessa fjöðu bara eins og hann séu þið svona, látum hann bara vera svona og klippum þetta bara af. Sumir nota fjöðurina áfram, það fanirnar á þessari fjöður sem eru ekki alveg nógu langar. Þannig að þetta var fyrsta skref að festa niður stélið. Næsta skref er að festa niður á þetta þunnan vír. Hægt að hnýta hana vírlausa, en það er líka alltaf að hnýta hana með vír. Ef maður rétt þá er upphaflega flugan bara hnýtt með vír, þá er engin tvinni. Og það er dálítið öðruvísi, held ég að eiga við það. Næst kemur búkur á fluguna. Búkefnið er úr sem sé fasanafjöður og þetta þarf að vera nógu langt. Fanirnar hérna svona, þannig að vera nógu langt sko, eins og þetta hérna til dæmis. Þetta ætti að duga og við festum þetta niður hérna svona. Þetta er tiltölulega einföld flugnýtingu og fljót nýtt, þannig að þið getið nýtt nokkrar svona á góðu kvöldi. Svo stoppum við þráðin hérna, svona þetta er næst bara svona millimetri fyrir fram með miðju. Og ég kýs að vefja fjöðrunum, sem sé búkfjöðrunum að mér. Af því ég ætla að vefa vírnum hérna sem kemur ofan á þér frá mér. Þannig bindst búkefnið betur niður. Sjáum við þetta hérna, þetta er orðið það stutt, þetta er orðið að fara að vera til vandræða. Þá er bara að gera þetta svona, halda í fjarirnar á meðan, alveg dauða haldi, þá fyrir þetta ekki neitt. Og svo jafnar þetta sig nú aðeins þegar að vírin kemur, því vírin kemur núna niður í gagnkvæma átt og þá bindst þetta saman búkurinn, það er að segja búkefnið og vírin. En Pheasant Tail er að mörgum álitum bara einn besta púpan hérna á Íslandi í silung, Pheasant Tail og Peacock. Erfilegt að taka undir það. En það er til fluga sem heitir Veiðidísin eftir Jón Sigurðsson og hún er endurbætur á Pheasant Tail, spáði því. Menn þurfa að vera ansi djarfir til þess að fara að endurbæta Pheasant Tail, en það gerði Jón með flugu sem heitir Veiðidísin og hún er úr silfur, ef ég man rétt, úr stélið á hann er úr silfurfasana sem er grátt og svo páfuglsfönum og strax svo ég verði mér út með silfurfasana þá náttúrulega nýtum við Veiðidísina alveg bara undir eins. Næsta sem við gerum við þessa flugu, það er að búa til í rauninni sem sé væng ofan á hana, eða ekki væng, heldur vængilki og ná skél ofan á það. Og náttúrulega að sýna ykkur hvernig við gerum þetta eða hvernig ég ger þetta. Það er sem sé svona og ég ætla að nýta þennan Pheasant Tail með lappum og þá setjum við lappirnar hérna. Þetta er sem sé bæði skilin hérna og svo lappirnar. Þannig við festum þetta niður hérna og við miðum við hérna, við erum að miða við fyrir aftan þetta svæði hérna og hingað. Þetta er það sem tóraxinn eða vængilki kemur og lappirnar á flugunni standa aftur með og þá festum við þetta svona niður hérna.
hafa þetta aðeins lengra svona og tökum við allar lappirnar hérna út, festum þetta ekki alveg strax svona og svona, látum þetta standa upp og við klippum þetta ekki af, heldur látum við þetta bara vera hérna í góðu yfirlæti þangað til á eftir. En nú þurfum við að setja búkefni undir vangkylkin og það má gera með alls konar aðferðum. Það má vera úr svona og orginal uppskriftin er sem sé páfuglsfjöður, ekki páfuglsfjöður, fasani. Búkefni má vera úr þessu, en búkefni getur einnig verið úr einhverju öðru og það getur verið til dæmis úr svona peacock fjöðrum eða fönum. Og ameríska útgáfan af þessari flugu, eins og ég hef síðan að nýta, er með peacock. Þannig að við ætlum bara að gera stöldi djörf og svindla aðeins á þessu. Ekkert að svindla, við bara breyta. Ég meina að menn hafa sett bleikt döpp hérna undir og nota þessi í vangkylki sko, á þessari flugu. Þannig að það er ýmislegt til í þessu sko. En þá kemur þetta svona, svo vefjum við peacockinu og munið, þetta getur verið ull, þetta getur verið peacock, getur verið af hringfasanafjöðurinni sem við notum í búkinn og þetta getur verið döpp, grátt eða einhvern veginn, bara hvernig sem viljið. Svona, stendur einn þarna upp úr og það er allt í lagi, hann sleppur alveg til. Og þeimum þetta bara í burtu hérna svona. Þetta er fast öðru leyti. Þá kemur vangkylkið. Það er að segja skélin yfir vangkylkið eða vangurinn á púpunni sem er ekki orðin full þroska. Ég var reyndar aldrei prófa að nýta þessa flugu með vangstubb. Það er kannski eitthvað. Akkur ekki. Nú notum við hérna mjög skerin og þetta. Kleipum þetta alveg þetta niður kverk og alveg þetta niður við. Og þá er það síðasta sem við höfum að gera við þessa flugu. Það eru lappirnar, það eru þessar hérna. Og þær tökum við með því að reyna að skipta þessum bunga hérna í 2 helminga. Greiðum hann alla hérna aftur og bak. Þannig að skipta þeim sitt hvoru megin við. Og reyna að hafa þetta jafnt svona cirka bát hvoru megin. Því næst grípum við þetta svona niður og nýtum þetta svona niður. Við vorum að halda henni með puttunum allan tíman og þá fáið þið að sjá við hérna þessar fínu lappir á hana. Þetta má svona snúa niður helst eða til hliðar. En ég ætla að láta þetta gott heita. Þá er bara PT, Pheasant Tail klár. Ég veit ekki hvað einhvern Kitty Júl gefið mér í þetta, en hann er lítið nú Pheasant Tailin sem aðeins öðru þessi þetta. En hún er miklu uppáhaldi í honum. Sjálfur er ég hrifnari af veiðidísinni eftir hún. Hún hefur reynst mér betur, kannski bara kann ég ekki nota Pheasant Tail, almennilega. Drega hann ekki rétt eða eitthvað. Svona er þetta, menn hafa misjafnar skoðanir á þessu eins og öðru í þessu. Þá er ekkert annað að gera nema bara bragða á hana lakki. Það kemur hérna. Passa lakki ekki í augað á króknum. Svona. Þá er flugan tilbúin. Pheasant Tail eftir Frank Sawyer. Við séum að þetta er glæsileg fluga og baneitur í silung á vorin og virkar í allt sísónu. En ég þakka ykkur fyrir áhorfið, þangað til næst, þá bara sjáu sér hess og kátt og þið megið setja like á vídeóið, gera áskrifendur á rásinni ef þið eru ekki nú þegar búin að því og deila vídeóinu. En þangað til næst, þá bara segi ég takk kærlega fyrir og við sjáumst hess og kátt í næsta vídeói.